Já, komið sæl. Það norðanátt sem hefur leikið landið í dag og var nú svona fremur hæg framan af og það var bjart veður sunnan og vestan til á landinu og nokkuð kalt síðastlega nótt, næturfrost svona víðast hvar. En verið aðeins svona úrkoma í þessu norðan til á landinu, en það sem að gerast að það að koma loftmassin yfir landinu að kólna. Og það hefur í för með sér að úrkoman að færast úr rigningu yfir í slyddu eða snjókomu, sérstaklega þá til fjalla á norður- og austurlandi og þar með talið á fjallvegum. En við sjáum að á hádegi í dag þá var lítilsháttar úrkoma hér bæði norðan og austan til á landinu og ef við keyrum nú hreyfimyndin í ganga þá sjáum við að það breytir svo sem ekki mikið, þetta svona aðalega á norðausturhorninu og verður þannig eitthvað fram á morgundaginn en síðan svona þegar líður á daginn á morgunu þá tegir háþrýstisvæðið sig hér inn yfir landið og þá ætti nú bæði að draga úr úrkomu og ætti að létta til víða land. En við sjáum nú á hitasviðinu þennan kalda loftmassa sem að skríður hér langt suður yfir landið og hann það kaldur að frostmassaðin hún verður nú bara í nokkur hundruð metra hæð sem gerir að verkum að þessi úrkoma verður snjókoma eða slydda á fjallum og það gæti jafnvel eitthvað teygt sér niður á láglendi svona staðbundið. En á svona nærsuðinu þá sjáum við hér klukkan 18 það eru úrkomuflekkir í þessu á norðausturhorninu og eitthvað vestur eftir með Norðurlandi, ágætlega bjart hér sunnan og vestan til á landinu og þróunin fram til morguns svo að það breytir svo sem ekki ýkja mikið í þessu hjá okkur. Það svona, vindurinn nokkuð ákveðinn af norðri. Í fyrramálið verður léttskýjað sunnan og vestanlands en einhverju úrkomu gætir þá á norðausturhorninu áfram og við sjáum að hitatölur nokkuð háar í fyrramálið. Væntanlega næturfrost nokkuð víða en hér klukkan 8 í fyrramálið þá voru hitatölur svona rétt yfir frostmarki norðanlands og einhverjum örfáum gráðum hlýrri hér við suðurströndina og jafnvel eins og hér sjáum eða undir frostmarki í innsveitum landsins. En síðan svona dregur nú smá saman úrkomu þegar líður á morgundaginn og við sjáum það gerast í þessu eða jafnframt þá léttir nú til, fyrst á norðvestan til á landinu og það mun væntanlega gerast einnig á norðausturhorninu þá annað kvöld en klukkan 18 þá verður staðan á þessa leið. Við fengum hámarkshitta í dag upp á rúm 10 stig á nokkru stöðum hér sunnan til á landinu. Svona minni líkur til þess að helstaðast lagi í 10 stigin hér allar síðust á morgun en svona hitatölur verða öllu jöfnu á bilinu svona 2 til 7-8 stig. En setjum bara dags orðið léttskýjað nokkuð víða og fara róa til á Norðurlandi og mun setja mér eins og áður að gera það norðaustan og austanlands. Síðan verður nú svona þetta háþrýstisvæði hér yfir fram á fimmtudaginn þá ætlar dálítið lægðadrag að koma inn og það getur gert það bæði þykknar upp og gefur á sér ykkur úrkomu vestan og norðan til á landinu. Áfram þó bjart hér á sunnan og suðaustanlands og hitatölunum svona eitthvað aðeins betri kannski þegar líður á fimmtudaginn, ekki mikil úrkoma í þessu þó en síðan á föstudaginn þá ætlar að verða ákveðin austlæg átt í þessu skýjað mestreitt á landinu og getur gert úrkomu svona hér og hvar á landinu og það ástand ætlar síðan að verða svona nokkuð svipað á laugardaginn, ekki mikill vindur í þessu en allan að þyngra yfir á laugardaginn, hitatölur eilítið herri, sérstaklega sunnan til á landinu en norðanlands að þá verður þetta nú bara á bilinu 1 til 3-4 stig og þar getur nú auðveldlega þá úrkoma fallið sem slydda hið minnsta. En aðeins svona í restina þá ætlum við rétt að kíkja út í Evrópu og það svona nokkuð risi á tíðin til að mynda Skandinavíu sjáum það hér, ýmist rigning eða skúrir víða þar á ferð og það svona við stóra hluta álfunnar, ekkert sérstakt veður í vændum á morgun, þrumum veður hér víða á Ítalíu og skúraleiðingar á Ítalíu og Balkanska og en heilt yfir ágætis veður á austurhluta Íberíuskaga sem rignir í Portúgal. En við skulum segja þetta gott að það í bili. Verið sæl.